Núningur er kraftur sem að hamlar gegn hreyfingu. Auðveldasta leiðin til þess að átta sig á þessu er að hugsa sér eitthvað á skíðum sem er að renna þetta niður. Í hvaða átt er hann að fara? Jú, hann fer í þessa átt. Það myndast fyrst og fremst út á þyngdarkrafti sem togar hann niður. Skíðabrekkan ýtir honum í þessa átt því hann getur ekki farið beint niður. Skíðabrekkan er fyrir. En rennur hann alveg viðstöðulaust hérna niður? Ja, ef hann er á góðum skíðum sem er búið að setja vaks undir, þá rennur hann sér hratt. En það er alltaf einhver núningur sem myndast út af viðnáminu, hvernig skíðin snerta snjóinn. Og viðnámið er alltaf í hina áttina. Þetta er eitthvað ákveðið mörg Newton sem virkir þessa átt og það er eitthvað ákveðið mörg Newton sem virkir þessa átt. Ef að það er lítill núningur þá er örin hérna lítill og þá fer hann hratt niður. En ef hann er á gömlum skíðum sem er ekki búið að vaxa í 30 ár og snjórinn er kannski blautur, þá myndast meira viðnám. Þá stækkar þessi ör er ennþá jafn stór, en af því að þessi stækkar, þá er hún í raun að klípa af þessari og þá er virkihlutin af þessu minni og hann fer hægar niður. Hvað gerist ef að núningurinn er rosalega mikill? Ef það er bara, ég var búinn að stelast í skíðin hjá gæjanum og setja teppi undir og núningurinn bara gerði það, hann er stopp. Þá er það þannig að ef að núningurinn og krafturinn sem toga niður er jafn stórir, örvarnir ég var jafn langar, kannski ekki alveg nákvæmlega hjá mér, þá er hann stopp. Getur núningurinn orðið stærri heldur en þessi kraftur? Tæknilega séð já, en samt aldrei þannig að gæinn ýtist upp. Núningur er bara kraftur sem hann ýtir ekki á gæjan, heldur hamlar á móti þessum krafti. Þannig leið og það er brjálæðislegur núningur, þá er gæinn bara stopp og þá skiptir engu máli, við þurfum að ýta alltaf umfram núningskraftin, þá förum við að renna af stað niður. Það er til þrenns konar núningur. Í fyrsta lagi þá er til eitthvað sem heitir renninúningur, eins og ég er að lýsa hérna, eitthvað slétt rennur eftir, eitthvað sem er sæmilega slétt rennur eftir sæmilega sléttum fleti eins og þið sjáuð hér. Síðan er til eitthvað sem heitir veltinúningur, það er þegar eitthvað veltur eða rúlar. Svo er til eitthvað sem heitir strömmótstað, sem er þegar eitthvað er að fara í gegnum loft eða vökva. Við getum notað eitthvað eins og olíur, smjör, sápu, eitthvað til þess að minnka núning. Þess vegna er olía til dæmis í bílvélum, það er til þess að þetta rúlli allt saman smurt fyrir sig. Því leið og það er fyrirstað, þá fara hlutinir að hitna. Það er vesen í bílvélum. Til þess að minnka núningin, en við komum aldrei í veg fyrir núningin, við getum bara látið hann vera það lítinn að hann er ekki að hafa mikil áhrif. Þannig að núningur er kraftur, mældur í Newtonum, sem verkar á móti einhvers konar öðrum krafti sem að veldur einhvers konar hreyfingu.